Andri, að bikaræfintýrið á Káramönnum heldur áfram, var Stjörnun núna í heimsókn í Akraneshöllina, hvernig bara leggst það verkefnið? Já, gríðarlega spenntur. Óskuðum okkur heimaleiks, það er rétt hjá þér. Og Stjarnan, það verður bara gaman og spennandi verkefni að fá þá í heimsókn. Varstu stressaður að þú fórst að draga hann upp að IA var ennþá í potinu og það myndi fá Skagamönnum? Já, ég var mjög stressaður fyrir því. Ég var búinn að segja við á leiðinni, ég kom með Ingimar og Jón Þór að svo lengi sem að IA var ennþá í potinu þá myndi ég draga. En ef þeir væru farnir þá myndi ég láta Alla eða Sigurjón draga. Þannig að ábyrgðin var á mér. Hefði ekki verið svolítið skrítið að mæta IA? Jú, það hefði verið forvitnilegt en ég held nú samt að faglega hitinn á bakvið það og allir þessi lánsmenn og þeir hefðu fengið að spila og bara challenge fyrir IA og þá að mæta góðu Káralið í staðan fyrir að vera með einhverja stæla. Það er bara ekki okkar stíl sko. Stjarnan, lið sem búið að vinna fyrstu 2 leikina sinni í bestu deildinni, tóku Njarðvík í bikarnum daginn. Þetta verður mjög áhugaverður leikur. Já, ég vona það. Ég ætla að lofa þér því að við gefum þeim leik. Þannig að og Stjarnan verið svona bókilið fyrir IA síðustu ár. Þannig að það er komin tími fyrir Skagamenn að gleðjast á móti þeim. Svona þessi leikur á móti Fylki, hann situr eflaust bara fast í minningunni ennþá. Hvernig horfir hann að leik núna nokkur dögum síðar? Já, mér finnst svolítið umræðan hafa farið í það að þeir hafa fengið allir sér rauðu spjöld og við höfum unnið út af því, en svona ef þú horfir á leikinn sjálfan þá erum við pínur hræddir við á fyrstu 10 mínútur korterið og svo förum við bara að spila okkar leik og náum aðeins að pinna á niður og eins og ég sagði við einhverja, ef ég væri gamall leikmaður að spila móti 16-17 ára pjökkum og láta pakka mig saman, þá ég pirraður líka. Náðu með bara upp í hennan pirring og þess að geðu ekki? Já, það er bara, ég held bara andrúmsloftið inn í Akraneshöllinni er bara þannig að ef Káralið í stuði þá gefum við öllum leik. Klára þetta Fylkislið heimavelli í Akraneshöllinni, var ekki ógeðslega mikil bara stemning eftir leikinn? Jú, og líka bara í samfélaginu að Kári vinni Fylki í bikarnum. Það er alls staðar að tala um það og maður fer út í búð og maður getur brosa og það spurja allir út í það og svo bara áfram gakk. Svo bara spurt hverja vil ég fá næst og það var bara skemmtilegt verkefni. Þetta er bara greiðlega dýrmætt líka fyrir þessa ungu stráka? Alveg stórkostlegt. Þeir eiga líka bara svo skilið að fá svona leiki, svona stóra leiki. Þeir eru dedicated to the mission og þannig að þeir bara eiga allt hrós skilið. Bæði eldri strákarnir sem eru kannski 25 ára að leiða þessa ungu stráka áfram og hafa unnið 3. deildina fyrra með þá. Ég held að tekið hann saman, við og Höttur Huginn vorum einu liðin með 4 annarflokksstráka í byrjunuliði. Þannig að það er líka bara hrós á verkefni sem eru upp á Skaga og alla sem að koma nálægt því. Styttist heldur betur í sumar, ertu orðinn spenntur fyrir þessu? Já, virkilega. Nú getur þetta að fara að byrja. Allur undirbúningum búinn og fyrsti leikur aðra helgi og svo bara bikarinn og þetta bara, nú fyrir þetta að byrja. Getið sjokkerað fólk í annar deildinni í sumar? Sjokkerað? Sjokkerað að koma upp sem nýlega? Já, sem nýlega. Já, ég held það. Alveg 100%. Við höldum bara áfram að gleðja. Takk Andri og gangu vel.